velkomin, hjá mér situr hún Fanney Dóra Sigurjónsdóttir, ættuð úr Ólafsvík á Snæfellsnesi. Hún komin í landsliðið í matreiðslu. Við ætlum að heyra bakgrunninn. Velkomin Fanney. Takk. Mér langaði að heyra í þér því að þú ætlar að svolítið skemmtilegan starfs- og námsferil að baki. Dálítil fyrirmynd annarra í svona að skipta starfsvettvang 1, 2, 3 og gera vel. Við byrjum samt alveg á byrjuninni, bara uppvöxtinum. Þú elst upp á Snæfellsnesi. Já, ég úr Ólafsvík og bjó þar alveg þangað til ég fór í menntaskóla. Og ég elst upp í Ólafsvík. Var það ekki bara notalegt? Það var alveg æðislegt og sérstaklega svona eftir á. Það er alveg æðislegt að alast upp út á landi en ég man alveg eftir því þegar ég var í 9. og 10. bekk. Það fannst mér nú alveg fáránlegt af hverju foreldrar mínu vildi ekki flytja til Reykjavíkur þar sem það var bíó og allt í gangi en ég hefði ekki viljað hafa neitt öðruvísi eftir á. Í dag, Nei. Það er oft þannig að þegar fjarlægðin kemur á þá sér maður hversu mikil forréttindi það eru að vera út á landi. Já, algjörlega, bara og frelsi. Vera barn út á landi er alveg geggjað sko. En þú leggur nú land undir fót þegar þú ferð og menntar þig. Ferð allavega á Akureyri í framhaldsnám, eða ekki? Eftir grunnskólann? Já, ég fór í menntaskólann á Akureyri og það var aðalega bara eitthvað svona sem ég hafði ákveðið sjálf að mér langaði virkilega að fara þangað og hafði verið hrifin á Akureyri og vildi sjá hvort það væri ekki bara æðislegt að vera þar líka. Og ég dreif mig þangað og var á heimavist. Það hefur verið gaman að vera á heimavist, væntanlega. Það var mjög skemmtilegt og mjög skemmtilegt líka bara að vera í menntaskólanum á Akureyri. Ég held að sé svolítið sérstakur skóli að því leytinu að allavega á þeim tíma voru ekki svo stóri bekkir og heimavistinn var ekki svo stór. Þannig að maður þekkti alla og enn þann dag í dag á ég alveg fullt af vinum út all land og út allan heim sem voru með mér í skóla. Já, þetta bekkjakerfi, þannig að þetta verður alveg ein heild þarna. Já. Og við vorum öll saman í þessu að bralla hitt og þetta og þannig kannski maður er svona brendur því að vera saman í því bara áfram. Gegnum lífið. Já. Hvað þú fyrir á félagsfræðibraut, ekki? Jú, útskrifast á félagsfræðibraut. Út á hverju var hún fyrir valinu? Það var aðalega bara því að mér þótti svo rosalega leiðilegt í stærðfræði. Það var bara aldrei verið góð í stærðfræði sko eða svona aldrei gefið mig að stærðfræði þannig að og svo var ég ekkert viss hvað mér langaði til þess að læra eftir útskrift. Þannig ég taldi svona í samræmi við foreldra mína að þetta væri svona kannski skynsamlegast að fara á félagsfræðibraut. Þar lægi kannski mínir kostir frekar heldur en í raunfræðigreinum. Tvítifrun og einhverju í stærðfræðinni, já. Já. En það hefur nú kviknað á einhverjum áhuga því að þú heldur síðan áfram í námi. Já. Í félagsfræðinni. Jú, ég fór eftir útskrift, þá fór ég aftur heim til Ólafsvíkur og var að vinna og fór aðeins til Spánar, lærði spænsku, bjóð þar í hálft ár. Og það var svona bara einmitt með ég var að reyna að átta mig hvað ég vildi gera. Svo endaði ég á því að byrja í félagsráðgjöf í háskólanum í Reykjavík, Háskóla Íslands og kláraði það nám. Félagsráðgjafan? Já, útskrifaði sem félagsráðgjafi. Það var ekki 2007, örugglega. Góða erinu mikla. Já. Tilbúin að taka á móti fólkinu, þjóðin í áfallastreitu og röskun eftir hrun. Einmitt, það var eitthvað svo leið 2006-07. Já. Og þú ferð að starfa við það, ekki? Ég flyt norður og tók síðustu önnina í starfsnámi á sjúkrahúsinu á Akureyri og hélt síðan bara áfram að búa á Akureyri og fékk vinnu þar og bjóð þar í 7 ár. Og fórst að vinna þar af því að þú varst með tenginguna úr menntaskólanum. Þú fórst þegar þú langaði aftur. Já, og mér leið bara rosalega vel á Akureyri. Það var bara gott að búa á Akureyri. Ég var ekki alveg tilbúin til þess að búa í Reykjavík. Mér hafði ekki liðið vel, jú, það er kannski rangt að segja mér ekki liðið vel. Ég var ekki svona alveg að fíla mér í Reykjavík. Mér varst ómikið af fólki, ómikið af bílum og það var svona eitthvað svona óþægilegt fyrir mig komandi úr svona litlum bæ. Þannig Akureyri var bara fullkomin. Þorpsbúan Fanney, það hefur ekki fundið sér alveg í... Nei, þetta var svona, var pirruð í umferðinni og eitthvað svona, þannig Akureyri var bara mjög fín á þeim tíma. Já, og þá komum við kannski að því sem að mér finnst svo áhugavert. Þegar þú ert að vinna sem félagsráðgjafi, þá byrjar það í aukavinnu, eða ekki? Af því að Jú. Þú ert svolítið dugleg að
að þú hefur tekið þér einhverju aukavinnu meðfram. Já, ég var að vinna í eldhúsi í aukavinnu og byrjaði að vinna á Friðriki 5. og fannst það alveg ótrúlega gaman að þegar Friðrik sagði við mig að ég var eitthvað að afsaka mig að ég hefði nú ekki mikla reynslu og væri nú ekki kokkur og hann sagði að skipti mig engu máli ef við erum áhuga á mat og áhuga að gera góða mat og þá ætti heim í eldhúsinu mínu. Og mér fannst það svolítið skemmtilegt að heyra það og fékk að vinna þar með þeim og fór svo síðar á bistróið í Hofi með félögum mínum sem opnaði þar. Þannig að ég var svona alltaf með annan fótinn í eldhúsum og gera hitt og þetta sem tengdist mat. Sóttur í, dasti þetta bara óvart eða sóttur í, hefur alltaf verið með þessar svona matar hérna? Ég sótti í þetta, ég hef mikinn áhuga á mat og er eiginlega bara, já. Hefur það alltaf verið bara frá æsku eða þú veist? Ég man ekki eftir því, sko. Ekki þannig, ég kem náttúrulega úr þannig fjölskyldu, við borðum góða mat og þegar eru fjölskylduboð svona þá svigna borðin, þú veist, það er náttúrulega, báðar fjölskyldur mínar, bæði móður og föður fjölskyldan eru þannig og hafa gaman af því að bera fram góðan mat fyrir þá sem að koma að. Þannig ég er svo sem elst upp í það að gera vel við gesti og þegar það er eitthvað sérstakt, sko. En þú veist, þetta er ekkert eitthvað svona, já, mér dreymdi alltaf að vera kokkur og svo gerði ég það. Það er alls ekki svoleiðis, sko, en þetta er einhvern veginn bara svona ágerðist alltaf. Og Og alltaf nú orðið svolítið sterkt þarna þegar þú ert komin í erta starfandi félagsráðgjafi. Já. Og svo þetta sem er svo skemmtilegt, sem að kannski margir veigra sér við að taka eitthvað svona alveg uppbeygju lífinu. En þú lætur slag standa. Já, ég eiginlega bara svona fékk tækifæri til þess að fara til Noregs eitt sumar og vinna sem aðstofamaður í eldhúsi. Og ég var rosalega spennt fyrir því. Þetta var eitthvað svona ævintýri og yfirmaður minn þá var ég að vinna hjá Rauða krossinum í Lautinni. Og Helga, yfirmaður minn þar, hún vissi alveg að hjarta mitt brann fyrir mat, þannig að hún hvatti mig eindregið í að drífa mig bara út og prófa þetta og ég skildi sko ekki sjá eftir því og út dreif ég mig og var þar. Endaði þar ég var í 2,5 ár held ég. Út í Noregi? Já. Á hvernig stað var það? Það var svona mikið einblínt á ferskan fisk og svo vorum við með humar. Líka bara svona lifandi út í kerjum sem var algjörlega nýtt fyrir mér og svona alvöru humar, svona svo stóri sko, ekki leturhumari og svona pínu ókvæðlegt og einmitt var alveg svona ódauðlegt vídeo á Facebook á vinum mínum sem að þegar ég var að setja fyrsta humarinn ofan í pott sko, það var bara, ég var bara traumatiseruð eftir það sko en það var rosalega góð skóli og gaman líka að vinna með ferskan fisk, maður náttúrulega elst upp við ferskan fisk á Snæfellsnesinu og þannig maður situr nú ekki hvað sem er á diskinn, sko. En það var mjög skemmtilegt og mjög lærdómsríkt að búa þar. Og eftir það er eiginlega ekki aftur snúið hjá þér í varðandi, sko, kokkinn eða matreiðslumanni? Nei, ég fann það bara mjög fljótt eftir ég kom út og byrjaði að vinna að þetta var eitthvað sem átti vel við mig og mér leið aldrei eins og ég væri í vinnunni og þetta var bara, já, það var bara svona loksins eins og ég hefði fundið minn rétta stað og mér hafði líka rosalega vel við félagsráðgjafarstarfið og hafði vinnað mig vel í því, en þetta var bara svona svennást. Ég heyri svona lagið bara, ég er komin heim. Já, svona pínu svo leið, sko. Sem var alls ekki réttum tón núna, en alltaf leið, látum þetta standa. En já, og hvað? Þú heldur hérna áfram í 2 ár í Noregi og svo skiptir eða ekki? Jú, svo var einhver svona æsku draumur einhver að fá að vinna með Jamie Oliver, eitthvað sem að ég bara, þú veist, mér fannst gaman að horfa á hann í sjónvarpinu og var svona að fíla hans alluga matagerð, átti alltaf að vera rosa einfalt og allir geta gert þetta. Helst það var ekki kallaður naktikokkur? Helst það var í alvörinu nakinn og fórst út? Já, það er ástæð. Nei, og svo sá ég bara fyrir forvitnisakir að skoða heimasíðuna og sá þá auglýsta stöðu í Brighton. Í Breitlandi? Já, í Breitlandi, á Jamie's Italian stað sem er svona ítalskur veitingastaður í hans eigu og ákvað bara að sækja bara svona upp á djóki, bara upp á að hafa sótt og fékk bara viðtal og var bara boðið í pröfu og þannig að ég nýtti 3 daga frí sem ég átti að sigla til Bergen og fljúga svo til London og gisti þar hjá vinkonu minni og svo niður til Brighton og tók pröfuvakt og fékk vinnuna.
og var náttúrulega gríðarlega glöð með það. Það var alveg bara, ég fagnaði með því að borða sko ostru og drekka kampavín og mér finnst ostrur ekkert spes. Mér fannst þetta bara vera tilefni til þess að taka eitthvað svona. En Og þá ertu komin úr því að vera sko félagsráðgjafi á Akureyri yfir í að vera starfandi á Jamie Oliver út í Bretlandi, skilur, á stuttum tíma. Já. Starfandi í eldhúsi þar. Já, það í rauninni sótti stöðu sem var í rauninni, það heitir CDP eða Chef de Party, þar sem í rauninni bara lærir eina stöð og svona línukokkur í rauninni. Og þar var sem sagt bara, hafði ég það plan að bara vinna mig upp og læra allt og ná bara rosa góðri færni í eldhúsi, þannig ég gæti komið aftur heim og vonandi fengi vinnu á veitingastað. Það var projektið mitt sko. Og þannig erum við að tala kannski miklu stærri einingar, það ekki eldhús, hvað eru margir í eldhúsinu á svona stórum, svona þekktum stöðum? Já, það eru svona 8 til 10 manns í eldhúsinu á hverri vakt. En svo þetta náttúrulega miklu stærra fyrirtæki líka sko. Þannig í Brighton bara eitt útibú af, þegar ég var þá voru 40 og eitthvað veitingastæði sko út allt Bretland. Þannig þetta var rosalega stórt batteri og enn og það var rosalega gott að vinna þar því að innan fyrirtækisins var boðið upp á alls konar fræðslu og námskeið sem að nýttist mér í starfi og nýtast mér í dag svona öryggisráðstafanir í eldhúsi, hráefniskostnað og birgðahald og allt svoleiðis sem boðið var upp á bara fyrir starfsfólki sem voru í ákveðnum stöðum og ég sótti öll það námskeið og náði þannig ákveðnu færni sem að hefði kannski tekið lengri tíma að ná ef að það verið ekki boðið. Þannig að það var mjög flott sem í gangi þar. Og þú varst úti hvað lengi, úti í Bretlandi þannig? Ég var alltaf ekki verið 2,5 ár líka, tæpt 2,5 ár, eitthvað svoleiðis. Kom reyndar og var eitt sumar heima á Íslandi og með Hótel Eddu með Jóna Gerti vinum mínum en fór svo strax aftur út bara. Já, 2,5 ár. Þannig að það auka reynslu þar? Já. Okay. Og svo kemur þú heim, þú ert nú bara komin heim fyrir eitthvað 1,5 ári? Já, tæpu. Já, ég ákvaða að það væri bara að detta í rétta tímasetningu að koma heim. Ég væri tilbúin til þess að koma heim og þeim var búin að vera svona lengi úti. Ég var í tæp 5 ár, 4,5 ár úti og þá svona þegar maður fer að horfa á það, hvað þú ert að missa af heim á Íslandi, vegur stærra heldur en það sem þú ert að fá úti, þá þarf maður svolítið að endurskipuleggja sig sko. Og ég var upptekin að þessu fyrst eftir ég flutti þangað til að Anna Rósa, vinkona mín, sagði við mig bara hættu að einblínda á það sem þú ert að missa hérna. Við verðum hérna ennþá, þetta garðpartí verður hérna ennþá, en ímyndaði bara það sem þú ert að öðlast þarna úti og já, góð pæling. Og ég reyndi að hafa það alltaf í huga þegar voru, ég mista brúðkaupum og ammælum og alls konar hittingum og fjölskyldan að hittast og vinirnir og þegar að það fer að verða svona eiginlega óbærilegt þá var maður bara að fara heim. Og ég fann að það var komin tími fyrir mig og flutti heim í maí í fyrra. Þannig að það fólkið sem kallar á Já, fólkið og vinirnir og svo var bara líka mjög spennandi hlutir að gerast í veitingageiranum á Íslandi sem að mér langaði til að taka þátt í og vera með. Já. Og hvað fær að gera eftir að kemur heim? Herru, ég kynntist Gísla Matt sem á Slippinn í Vestmannaeyjum og Skál á Hlemmi og fer til hans, til Vestmannaeyja og átti þarna sumar í Vestmannaeyjum, þannig ég var ekki alveg komin til Íslands, fór svona bara smá pitstop í Vestmannaeyjum, já, og var þar á Slippnum. Það er svo gaman við þig að þú verðist alveg vera óhrædd við að taka uppbyr, hvort sem það er innan starfs eða náms eða jafnvel bara alveg í lífinu, hefur aldrei hikað, bara, veistu hvað comfort zone er? Já, það er rosa þægilegt inn í comfort zone, sko, en ég hef oft hikað og oft velt fyrir mér hvað ég eigi að gera sko og ég man alveg eftir því þegar ég var að íhuga það hvort ég ætti að taka vinnuna hjá Jamie sko því að launamunurinn var svo mikill frá því að vinna í Noregi og fara til Bretlands þannig að ég var alveg og það var nú bara svo mamma sem er svona mín samvisku rödd í peningamálum sem sagði við mig bara já en Fanny, þú verður að prófa þetta þú verður, þetta er tækifæri sko og
Og ég hefði örugglega ekkert gert það ef hún sagt, nei, það er svo léleg laun og ég hefði þá örugglega bara, já, það var gott jók. En oft erfitt að taka ákvarðanir en ég held bara að ef maður alltaf að hugsa komfortzónið og gera eitthvað sem gæti orðið óþægilegt eða maður gæti gert sig að fífla eitthvað, þá held ég að maður ekki að upplifa eins frábæra hluti eins og þegar maður bara þorir að segja já og bara, í versta falli þá skýtur maður upp á bak en svo allir bara búin að gleyma því og maður bara hlæra því en svo veit maður ekki hvað gæti gerst, sko, besta í stöðunni, ég veit það ekki, hvað maður veit það ekki. Þannig að það líka nám í mistökum, þú veist að gleyma því. Já, algjörlega, sko, og þetta allt líka bara reynsla sem að efli mann og gerir mann hæfari held í það sem næst, hvað sem það kann að vera, sko. En hjá þér hefur þetta nú bara gengið ótrúlega vel, en það hefur náttúrulega verið að miða kannski á að ná þér í reynslu og svoleiðis, bæta við þig, heldur en að horfa kannski á laun eða annað, eins og segir, að því að þú ferð síðan skellir í skóla, meira nám. Já, þegar ég kom heim til Íslands, þá hafði ég unnið eitt sumar, í fyrra sumar á Slippnum og svo var ég svona eitthvað að pæla hvert ég ætti að vera í skólan og hvað ekki og hafði heyrt nokkuð sem heitir raunfærnimat, þar sem þetta sést varðandi iðngreinar. Ef þú hefur unnið í ákveðin ár í greininni, þá getur þú farið í svona mat á því hvað þú þarft að taka í skóla, hvað þú ert búin að læra og hvað þú þarft að taka í skóla og ég fór í það og skilaði bara inn þeim gögnum mína starfsreynslu og skóla og allt. Já, þú færð reynsluna metna þar inn í námi. Já, reynsluna og ég hafði tekið eitthvað náttúrulega í háskólanum, ég var stúdent, þannig ég þurfti ekki að taka eins og íslensku og dönsku og allt svoleiðis. Og já, svo þetta hafði starfsreynslan alveg talsvert að segja líka. Og mér gekk rosa vel í þessu og fékk mikið metið og þurfti rauninni bara að taka síðust önnina í skóla. Auk sveinsprófs að sjálfsögðu, þannig að ég bara dreif mig eftir jólin og byrjaði í janúar í 3. bekk í Kokkinum. Í menntaskólanum í Kópavogi, ekki? Já. Þannig að þá áttu 6. skólabekk. Já, og með bara talsvert yngra fólki. Ég man eftir bara fyrstu dögunum, þá voru 2 peyjar að spjalla saman og þá voru tvítugur, komist í ríki, sko, og ég er þið fædd 1997? Já, það er árið sem ég byrjaði í menntaskóli í fyrsta skipti. Þannig að það var já, en það hefur aldrei svo sem plagað mig. Ég er alltaf að vinna með yngra fólki og það skiptir engu máli. Og þú klárar þetta alveg með glans, eða ekki? Þú varst sveinsprófið og svona. Já, þetta var alveg ótrúlega skemmtilegu tími. Bara nokkuð sem ég hefði aldrei viljað skipta út, sko. Og ég hefði viljað vera miklu lengur í skólan. Man lærði svo ótrúlega margt og Ragnar Vestmann og Sigurður Daði eru bara alfra orðabækur og bekkurinn minn var alveg æðislegur og eignast þar góða vini og þetta var mjög skemmtilegt og ég lærði alveg heilmikið, alveg bara gríðarlega mikið. Mikið á svona klassík og grunnatriðum sem maður læri kannski ekki út á vinnumarkaðnum, þá lærir bara að gera ákveðna hluti og maður kannski ekkert alltaf að pæli af hverju eru að gera þetta svona og svoleiðis. Þannig að maður fór svona pínu aftur í grunninn og lærið að byggja á því sem var alveg mjög gott. Já, þannig að námið hefur bætt ennþá meiru við. Algjörlega. Okay. Hvað og svo kannski sem að mér finnst svo stórkostlegt, dettur bara inn í landsliðið, kokkalandsliðið, Já, okkar. Já, það er eitt af þessu forvitnismomentum hjá mér, sko. Ég ákvað bara að sækja sá að það var verið að auglýsa og ég sagði, ég sæki bara og hafði sýnt þessu áhuga og mér langaði virkilega að fara þarna. Ég vissi að þetta yrði mjög krefjandi og myndi gera mig að betri fagmanni. Þetta er eitthvað svona allt öðruvísi matreiðsla heldur en maður er að gera á öllum veitingastöðum. Og það var eitthvað sem mér þótti mjög fýsilegt að fá í Reynslubankann. En ég sótti bara svona, allavega þá næst þegar þeir auglýsa, þá vita þeir og ég hafði áhuga síðast. Og svo fékk ég bara viðtal og var fengin í landsliðið, þannig að það var mjög óvænt og mjög skemmtilegt. Þannig að félagsráðgjafinn á Akureyri er orðinn landsliðsmaður í matreiðslu í Reykjavík núna. Já. Þegar þú lítur tilbaka, hvað hugsaðu? Hvað gerðist?
Já, ég veit það ekki, sko, þegar þú segir þetta svona, þá virðist þetta vera ótrúlega furðulegt move, en einhvern veginn allt sem ég hef gert hefur einhvern veginn make a sense. Það hefur einhvern veginn bara verið skref að því sem að mér langar til þess að gera. En veist, ég veit ekkert, ég er ekkert með einhver 10 ára plönu en eitt svoleiðis. Ég veit bara hvenær ég er glöð í vinnu og hvenær mér líður vel að vinna með fólki og með það mat og svoleiðis, og ég svona pínu stýrist áfram að því og ég var bara heppin að það hafi gengið upp. Geturðu ráðlagt fólki sem að kannski langar að breyta til en svona eitthvað hikar með það? Þú veist, geturðu ráðlagt í eitthvað? Algjörlega, bara að prófa. Maður veit ekki nema að prófa og þú veist ekki nema að spyrja. Það getur verið ógeðslega erfitt og að fá bara kjark til þess að segja, já, má ég nokkuð gera þetta? En ef þú fær nei, þá er það bara ok, þá spyrir bara aftur næstu. En þú veist ekki nema að spyrja. Þú veist ekki hvort að þú færir vinnuna eða færð að prófa þetta verk eða færð þessa stöðu eða að gera þetta verkefni nema að spyrja. Já, eða ásleyfi til þess að prófa eitthvað annað, já. Já. Þannig að fyrsta skrefið er bara hreinlega að hafa kjarkinn til þess að athuga það, þú veist, er það mögulega? Já, og bara, hvað er það sem ég langar til þess að gera? Og lífið er alltaf stutt þess að gera hluti sem maður er ekki ánægður með. Hvort sem að það er í vinnu eða verið kringum fólk sem fær maður ekki til þess að vera besta útgáfan af sjálfu sér og allt svoleiðis. Ég er algjörlega á því, lífið er alltaf stutt til þess að vera í megrun eða þú veist. Já, njóta þess ekki bara akkurat. Já, bara, þú veist, við vitum ekkert hvað gerist. Það er fullt af sjúkdómum og alls konar slys og allt bara, come on, lífið er núna, eins og ég segja, bara gerðu það sem ég langar til þess að gera. Núna er tíminn. Er eitthvað sem gerðist í þínu lífi þannig að þú fékkst þessa sýn á hlutina eða bara er þetta eitthvað sem svona þróaðist hægt og hægt? Nei, ég sé bara eitthvað sem hefur þróast og þú veist, og þegar maður verður aðeins eldri, þú veist, maður hættir að vera unglingur, þá, svona, eins og ég sagði áðan, þú veist, mér leist ekkert á að vera í 9. og 10. bekk í Ólafsvík, en þú veist, núna, það er fátt betur en að koma heim til mömmu og pabba í Ólafsvík og, þú veist, maður metur hlutin allt öðruvísi eftir sem maður eldist. Maður metur landið og allan gróðurinn og náttúruna og fjölskylduna og allan hennar tíma sem maður fær með fjölskyldu og vinum. Maður lítur allt öðruvísi á það núna heldur en fyrir 10 árum. Þannig að það er kannski eitthvað svoleiðis sem maður kannski tósar í mig að bara, þú veist, njóta og reyna að gera það besta úr öllu. Talandi lítur náttúruna á öðrum augum, svo matreiðsla sem að þú hefur kannski verið í núna, hún hefur snúist að dálítið miklu leyti að nýta landsins gæði, eða ekki? Jú, þegar ég flutti heim í fyrra, þá, eins og ég sagði, þá fór ég að vinna með honum Gísla og hann er alveg ótrúlega duglegur að nota það sem er í náttúrunni og ég lærði ótrúlega mikið bara fyrsta mánuðin með honum. Ég man eftir því ég var svo stressuð, ég man eftir að hafa skrifað honum á Facebook bara, Gísli, þegar við erum að fara að tína jurtir og svona, þú kemur með mér, þú segir mér hvað ég get tínt, þú segir mér hvað má borða. Já, ég hafði engar áhyggjur þannig. Og þannig að ég lærði ógeðslega mikið á honum, bara hvaða jurtir er hægt að tína og hvað er hægt að nýta þig í og man eftir því mér fannst svo furðulegt að keyra með honum. Þegar þú ert í bíl með einhver, það er maður bara svona, með Gísla, maður alveg hérna, þannig alltaf að bremsa, var þetta súra? Var blóðberg þarna? Og mér fannst þetta svo fyndið, ég gerði svo mikið grín á honum, en hefði betur sleppti því ég er alveg eins núna. Það er skelfing að vera með mér í bíl, ég komin út í kant og bara, nei, heyrðu, hvað var þetta? Þú sérðu bara mat alls staðar þess að Já, og finnst bara astnalegt þegar ég þekki ekki einhverja plöntu eða eitthvað. Mér finnst bara fáránlegt að við höfum misst niður þessa þekkingu að þekkja gróðurinn og allar þessar plöntur. Maður hugsar alltaf kryddjurtir sem að Ítalir hafa og Spánverjar og svo heppnir að hafa bara basilíku sem vexur úti og með rósmarín en við erum líka með það hér. Það eru bara aðra jurtir og við bara mistum niður þessa þekkingu þegar súpermarkaðirnir opnuðu með öllu þessi tilbúna og veist, svona þægindin sem að fólk sátt í þá. Ég veit ekki, hvað sé 50 ár síðan að fólk þekkti allar þessar jurtir og var að nýta þær, sko. Nýti, já. Ef framtíðin, hvað þú veist, nú ertu komin í landsliðið og eitthvað svona, þú ætlar að bæta við eitthvað enn frekara námi? Já, ég dreif mig bara beint í meistaranámið. Þannig ég byrjaði því núna í haust og kláraði það í vor. Þannig að
það verður nóg að gera. En ég var rosa glöð, það voru tvær vinkonur mínar sem voru með mér í bekk sem ákváðu að koma líka með í meistaranámi, þannig að við erum 3 saman úr bekknum og getum hjálpað hver annarri þar. Svo veit ég ekki alveg hvað verður. Ég er svona bara að skoða málin, hvar hjarta mitt segir, hei, opnaði þessa hurð. Já, hvar þú finnur næst eitthvað svona geggjaða umsókn á netinu sem þú getur ekki staðist að sækja bara til þess að athuga. Örugglega, bara að spyrja. Gömul Fanny, hvar heldur þú að sjá þig þar? Það er vonandi bara eins og Sigga langama í Ólafsvík, sko. Hún var með svona lítið mötuneyti fyrir menn sem voru að byggja frystihús í Ólafsvík og einhverja svona trillukalla sem komu og voru á vertíð og hún eldaði þess mat. Ég væri til í að vera með bara eitthvað svona lítið kaffihús, veitingastað, bara opið til 6 eða eitthvað. Bara að gera pönnukökur og skonsutertu og einhvern svona kósí mat og drekka kaffi og spjalla. Í einhverjum kjól og... Já, bara mingla við kúnnana. Já, það væri örugglega voða huggulegt, sko. Ætli við látum þetta ekki verða að loka orðin hjá okkur í kvöld. Takk fyrir að koma og setjast þetta niður með okkur, Fanny. Takk fyrir.